Það er Haraldur Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, til hamingju með sigurinn. Var þetta, já, hvernig líður þér? Já, takk fyrir það. Mér líður bara frábærlega, geggjur tilfinning að vinna. Hvað lagður upp með, já, fyrir þína menn í þessum leik? Við tölum það bara fyrir leikinn að byrja þetta krafti og sækja markið og reyna að ná inn markið snemma, eiga fyrsta höggið og það tókst og svo kom hann í kjölfarið og við vorum bara orkumiklir og klárir í þetta. Það var svolítið svona eins og seinni hálfleikurinn í seinni leiknum á móti Njarðvík. Já, það er rétt hjá þér. Við vorum orkumiklir í báðum leikjunum á móti Njarðvík og kláruðum það og það var bara, við tölum bara það að halda áfram og herja á þá. Það var það sem við tölum Þannig að þegar við horfum tilbaka þá var þetta kannski ekkert frábært tímabil hjá okkur, þið endið í 5. sæti, eru núna endið í 2. sæti og komnir í bestu deild. Hvað er það sem gerir það verkum að þetta gekk upp svona seinni partinn? Það er náttúrulega formatið á deildinni að það er úrslitakeppni og við komumst í hana og við höfum alltaf trú á því að við getum komist í hana, þá getum við klárað þetta á færialdaleið. Við töldum okkur vera með það gott lið að ef við kæmumst í úrslitakeppni að við getum færialdaleið að klára það. Eins og í fyrra vorum við mjög svekktir með þetta format þar sem við endum í 2. sæti í deildinni og förum hingað og töpum, þannig að núna erum við glaðir. Þetta er reynsla frá þessum leik í fyrra, hafi hjálpað ykkur eitthvað? Já, hún gerði það klárlega, hún hjálpaði leikmönnum mínum gríðarlega mikið að vera hérna í fyrra og vera í þessum sporum og tilfinningin í fyrra var vond að það voru við svona favorites og töpum við 1-0 mútið góðu lið afturhaldingar og menn vildu bara ekki finna þessa tilfinningu aftur og bara frábær leikur okkur í dag og aldrei spurning. Hvað með næsta ár? Verður Haraldur áfram þjálfari Keflavíkur? Ég ger ekki ráð fyrir öðru. Hvað svona leiðir þér aðeins að fara inn í framtíðina? Myndirðu segja að þið þyrftu að styrkja liðið? Þetta er náttúrulega aðeins mun erfiðari deild, besta deildin. Já, það er bara eitthvað sem við erum bara að fara að fagna þessu í kvöld og svo setjumst við bara niður og skoðum málin. Það er ennþá langt í að besta deildin byrji. Til hamingju. Takk.